Hundruð missa vinnuna við gjaldþrot flugfélagsins Play. Öllum ferðum félagsins hefur verið aflýst. Óvíst framtíð dótturfélagsins á Möltu. Þetta síðasta flugvél Play sem eftir á landinu. Hún átti að fara til Tenerife í morgun en eðli málsins samkvæmt gekk það ekki upp. Margir eru strandaglópar bæði hér á Íslandi og út í heimi. Ég allavega mjög pirraður sko. Já, mjög pirraður og svekktur sko. Læknar á landamæra hafa kallað allt starfsfólk heim frá Gaza vegna öflugra loftárása Ísraelshers nærri heilsugæslustöðvum. Forseti Bandaríkjanna og forsætisráðherra Ísraels hittust í Washington í dag en fundur þeirra dróst á langinn. Kristjáns bakaríi á Akureyri hefur verið lokað og 10 stöðugildi lögð niður. Áfram verður þó bakað en bakkelsið aðeins selt í matvöruverslunum. Gott kvöld. Flugfélagið Play gjaldþrota og hefur hætt starfsemi. Þetta ákvað stjórn félagsins í morgun. Öllum ferðum hefur verið aflýst og 400 missa vinnuna. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir á Keflavíkurflugvelli. Hólmfríður, þetta hefur auðvitað áhrif á fjölda farþega. Já, það ótt að segja það. Eins og sést hérna fyrir aftan fullt af fólki sem situr hér og bíður. Þau eru öll strand og áttu flug með Play. Við Víðir Hólmtökumaður gengum hérna á línuna áðan og þau eiga flest flug, annað flug á morgun og ætla sum hver að gista hér í flugstöðinni í nótt. En það voru 5 flugvélar frá Play sem héldu af landi brott í morgun áður en tilkynnt var að starfsemi flugfélagsins yrði hætt. Allar vélar Play nema ein eru því úti og þúsundir strandaglópar erlendis. 12 ferðum var aflýst á Keflavík í dag, 6 komum og 6 brottförum. Og þú varst í Leifsstöð í morgun skömmu eftir að tíðindin urðu ljós. Hvernig var hljóðið í farþegum þá? Já, það var auðvitað frekar þungt yfir þeim. Á tímabili hér í brottfararsalnum þá var svona eins og hann væri hálf teppalagður af svona frekar lúpulegu fólki sem var allt svona í símanum að reyna að finna ný flug. Og það var auðvitað ekki hlaupið að því að það eru margir í sömu stöðu. Og fólk sem við ræddum við hér fyrir í dag voru ósátt, kvörtuðu undan fyrirvaraleysi og lélegu upplýsingaflæði frá hinu fallna flugfélagi og sumir voru tilbúnir að borga háar fjárhæðir annarkvort til að komast heim eða koma hingað aftur til lands, hingað heim. Já, við mættum hingað í morgun, haldandi að við varum farið til Tenerife og þá komið go to gate þegar við sáum á vísi að Play væri farið á hausinn. We found out this morning that Play had canceled our flights to the U.S., so we had to scramble and find other really expensive tickets. We don't have any information, we don't have any insurance or refund the money or something like that. We don't have anything. Play really screwed us over because we didn't get an email about it until maybe 45 minutes ago. And it's what? It's 11 o'clock right now, so maybe like 10:30 they didn't let us know. The fact that they didn't even let us know yesterday about it is really shady and sketchy, and we're really upset about it. Hvað kostar nýtt flug núna? Við borgum 300 skall fyrir bara ferðina þangað, svo eftir að finna út heimferðinni. En ég meina. Þið eru alveg ákveðin í að fara? Já, ég meina, verða ekki mest í sólina. Já, við þurfum að nýta sumarfríð þarna. Maður náttúrulega mættur hérna og búinn að stimpla sér bara út og það síðasta sem maður nennir núna að vera hérna á landinu akkurat núna þegar maður var að sjá sólina fyrir sér. Þannig að það ekki góð tilfinning en þetta getur orðið verra. Ég allavega mjög pirraður sko. Já, mjög pirraður og svekktur sko. And you were going home, right? Yes, first to Tenerife Sur and then to Gran Canaria. We live in Gran Canaria, but it's not possible to go home now. I I have to get back to work and there's deadlines, we have responsibilities and then to have something come up that, could possibly keep you stranded somewhere, is just really, I guess disheartening at the end of vacation on that kind of a note, just isn't a very nice way to conduct business with people.
Forstjóri Play segir að siglt hafi í álinn síðustu vikur, farmiðasala dregist saman og útgjöld aukist og þegar ljóst var að frekara fjármagn fengist ekki frá fjárfestum hafi ekki annað verið til ráða en að hætta starfseminni. Félagið vinnur nú að því að færa 8 flugvélar yfir til Play Europe, dótturfélags Play í Möltu. Hvaða fjárfestar voru það sem voru ekki reiðubúnir að leggja ykkur til meira fé? Já, sjálfur sér bara svona hópurinn sem staðið hefur næst félaginu og hefur komið oft með fjármagnað félaginu. Það var svona einhver samtöl sem hafa átt sér stað og svona niðurstaðan svo að þetta væri bara komið gott. Það var þungt andrúmsloft á skrifstofum Play í morgun, enda 400 manns að missa vinnuna. Við erum alltaf öll í sjokki núna. Við erum alltaf bara öll mjög leið fyrir hönd Play, fyrir hönd okkar, fyrir hönd bara Íslendinga yfir höfuð. Það hefur lengi verið ljóst að rekstur Play væri erfiður og í sumar greindi fjárfestahópur undir forystu Einars Arnar frá því að hann hygðist gera yfirtökutilboð í félagið og skráðað af markaði. Það var hins vegar fallið frá því og 2,8 milljarðar króna sóttir með skuldabréfaútgáfu. Það átti að einfalda leiðakerfið og færa reksturinn að hluta til Möltu. Síðustu daga og vikur varð sá orðrómur háværari að það stemdi í stórkostleg vandræði. Hafið þið að einhverju leyti verið að fegra stöðuna gagnvart almenningi og fjárfestum síðustu misseri umfram tilefni? Nei, ég myndi nú ekki segja það, en auðvitað liggur fyrir að í einhverjum fjárfestakynningum þar sem við vorum að mála upp einhverja mynd til einhverja ára, auðvitað liggur fyrir að það hefur ekki alltaf gengið eftir sem við vorum að vona og sem að stóð til að gera. Við höfum sagt rétt frá stöðu félagsins. Play var stofnað síðla árs 2019 en vegna COVID byrjaði félagið reyndar ekki að fljúga fyrir en 2021. Félagið hefur alltaf verið rekið með tapi. Það var 3 milljarðar strax 2021, rúmlega 6 milljarðar árið eftir og tæpir 5 milljarðar 2023. Mest var tapið í fyrra, 9,4 milljarðar, sama ár og Play var skráð á markað. Á fyrri helmingi þessa árs var tapið svo 3,5 milljarður. Heildartapið fram á mitt þetta ár nam því 27,4 milljörðum sem lendir á fjárfestum, þeirra á meðal lífeyrissjóðum og almenningi. Það er fullt af aðilum, margir aðilar sem verða fyrir tjóni af þessum sökum. Ég er búin að nefna þetta, fjárfestar og birgjar, viðskiptavinir og starfsfólk. Þannig að ég get bara sagt fyrir hönd mín að ég biðst afsökunar á mínum þætti í þessu, hvernig farið hefur. Það er auðvitað forstjóri sem ber endanlega ábyrgð. Þannig að mér þykir þetta mjög leiðilegt. Við erum náttúrulega slegin bara yfir því að þetta sé staðan sem komin upp að því. Við höfum náttúrulega trú á því að þetta geti gengið. Þannig að þetta kom svona, við vissum að það væri búið að vera dálítið erfitt en ekki svona erfitt. Ein af ástæðunum fyrir gjaldþrotinu sem taldar voru upp í tilkynningu Play til Kauphallarinnar í morgun var ósætti við hlutastarfsmanna vegna breyttrar stefnu. Þar er líklega vísað til áhafna sem hafa viljað starfa áfram eftir íslenskum kjarasamningum þótt reksturinn yrði færður til Möltu. Eins og staðan er núna held ég að sé nú ekki hollt fyrir einn eða neinn að vera að benda á eitthvað og kenna einhverjum Þetta er bara staða sem er komin upp og ég held að allir sem að muni rýna þetta svona þegar framleiða stundir að það er margt annað held ég heldur en hugsanlegt ósætti starfsmanna sem er valdur af stöðunni sem komin upp. Félagið á Möltu fer ekki sjálfkrafa í gjaldþrot. Það er ekki útilokað að það haldi þar áfram einhver starfsemi í einhvers konar mynd en það verður í sjálfsög ekki mín ákvörðun. Það verður í höndum kröfuhafa og skiptastjóra og annarra aðila að taka ákvörðun hvað menn reyna að gera með aðrar eignir félagsins. Allar vélar Play flugu af landi brott í morgun áður en tilkynnt var gjaldþrotið. Eða allar nema ein sem fór hvergi. Flugmönnunum úr henni var vel fagnað þegar þeir komu og hittu kollega sína til skrafs og ráðagerða í Hafnarfirði í morgun. Við erum bara tilbúin að gera okkur til að koma okkur til Tenerife í betra veður en við vorum síðan bara borð að fara yfir áætlunum með flughöfninni þegar við fáum tölvupóst. Við köllum þetta eftir heimildinni fengum hann ekki. Heimild til þess að fara á loft? Já. Hittuð þið svo einhverja farþega þegar þið fóruð út úr vélinni? Já, við reyndar hitti frænda minn og ætlaði að fara að skutla hann til Tenerife Ég knúsaði hann bara og sagði gangið þið vel Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, komu þessi tíðindi þér í dag í opna skjöldu eða voru þið stjórnvöld búin undir þetta fall? Var félagið búið að leita til ykkar? Nei, þetta komið mjög opna skjöldu. Ég bara frétti þetta á yfirstjórnarfundi í morgun að var komið frétt á Vísi það að fyrirtæki væri að fara í þrot. En hvernig verður núna brugðist við? Er viðbragðsáætlun sett af stað?
Já, það búið að setja á stað viðbragðsáætlun sem embættismenn vinna eftir og hún gengur bara vel með hana, búið að koma upplýsingu til farþega og svo framvegis. En hvað felst meira í þeirri viðbragðsáætlun annað en að koma upplýsingum til farþega? Já, hún felst í því að koma upplýsingum til farþega, það til dæmis þeir sem hafa keypt með kreditkorti með það, þeir geta fengið endurgreitt og þeir sem eru með alferðir eða pakkaferðir, þeir eiga rétt á heimflutningi ókeypis og svo líka þeir sem hafa greitt með öðrum hætti, þeir hafa rétt í kröfu í þrotabúið og svo hefur Samgöngustofa óskað eftir því við flugrekendur að þeir bjóða upp á svokallaða björgunarflug. Er það sem sagt aðstoð við að koma strandaglópum heim? Já, fyrir ekki björgunar fargjöld svo kalluð. Já. Það er aðstoð við að koma heim. Það eru 9.700 farþegar sem eiga einn legg inni hjá félaginu. Það er annarkvort með það að koma heim til Íslands eða þá að fara til síns heima erlendis og þetta er raunverulega verkefni sem er þá aðstoða þessa farþega við að koma til síns heima. 9.700? 9.700. Það er fjöldinn sem er strand í augnablikinu? Já. Akkurat. En hefðu stjórnvöld átt að sjá þetta fyrir? Hefði eftirlitið átt að vera stífara? Já, þetta er mjög góð spurning. Það hefur verið þétt eftirlit með Play alveg frá því fyrra, síðasta haust 2024 og svo líka síðastliðinn vetur og svo í sumar líka og það var meðal þess að þessa fyrirtæki var að flytja til Möltu og þá var það aukið og svo var líka síðustu upplýsingar sem við fengum var Samgöngustofa fékk og KPMG sem hefur verið að vinna í umboðið Samgöngustofu. Það var 2. september síðastliðnum það væru 2,4 milljarðar að koma inn í félagi í skuldabréfi, í formi skuldabréfs og sá peningur var talið nægja til rekstur félagsins út þetta ár. En annað hefur svo komið á daginn eins og við vitum. Einmitt það. Þakka þér fyrir að vera í beinni útsendingu með okkur, Eyjólfur. Við ræddum áðan við fólk fast á Keflavíkurflugvelli á leið út en margir hafa einnig leitað til borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins og óska eftir ráðleggingu við að komast hingað heim. Hólmfríður Dagný, hver er staða þessa fólks? Já, Fréttastofa hefur rætt við fjölda fólks í dag sem eru föst úti og mörgum hefur einst erfitt að finna nýtt flug aftur hingað heim. Við höfum fengið ábendingar að flugfargjöld Icelandair hafi rokið upp í verði jafnvel nokkur tugi þúsunda á nokkrum mínútum en forstjóri Icelandair vísar því á bug að það hafi verið gert af ásettu ráði. En það er ljóst að það verður vandasamt og kostnaðarsamt fyrir marga að koma sér heim. Eins og hér í Leifsstöð í morgun þá var fólk mætt á flugvöllin úti og jafnvel á leiðinni upp í vél þegar að tíðindin bárust. Flugvélin er sýnileg fyrir utan gluggann, nánast eins og hún sé að augra okkur sko. Og fólk sem var aðeins lengra á undan okkur var komið út á landganginn, byrjaði að bara snúa við, bara verið að reka þau út. Ferlið að reyna að finna flug tilbaka sem að hefur enn ekki gengið núna 7 tímum seinna. Því við vorum að kaupa núna annað flug sem á að fara á morgun og það er náttúrulega frekar dýrt. Þetta er allt svolítið mikið og erfitt í budduna hjá svona fátækum námsmönnum. En við erum að fljúga til Póllands á morgun og tökum síðan flug það. Við erum 2 sem erum að fara í próf sko. Ég er að fara í 100% lokapróf á 50-daginn og kannski 50 að koma heim að læra en maður er með glósuna með sér sko. Og önnur sem er með okkur sem á að vera að fara í próf á morgun sem hún missir af. Hvaða upplýsingar hafið þið fengið? Bara ekki neinar. Jú, eitthvað svona samið kortafyrirtæki eitthvað til að fá endurgreitt kannski en við höfum að komast heim og hvað verði gert með, útgjöld fyrir hóteli eða eitthvað svoleiðis. Við höfum ekkert í höndunum. Bara að pæla að maður gista bara allan að vera hérna á flugvellinum bara. Taka bara vaktir og skiptast á að fylgjast með dótinu og reyna bara að ná að sofa eitthvað í nótt. Það var alltaf planið, bara að reyna að spara pening. Þórhildur Elínardóttir frá Samgöngustofu, velkomin. Það fólk sem er strandaglópar núna erlendis, hvaða réttindi hefur þetta fólk? Ef að fólk hefur keypt flugmiðan með kreditkorti að þá getur það haft samband við bankann eða kortafyrirtækið til að fá endurgreiddan allavega þann hluta sem ekki hefur verið farinn. Fólk sem að sömuleiðis á ófarna ferðina getur gert þetta.
En fólk sem hefur keypt ferð með ferðaskrifstofu, svo kallaða pakkaferð, það á að geta leitað liðsinnis hjá þeim ferðaskrifstofunni þar að segja. Já, þú nefndir að fólk sem á núna flugmiða með Play, það getur leitað til viðskiptabankans og fengið endurgreitt ef það var greitt með kreditkorti. Annars hvað? Fólk sem hefur greitt með reiðufé eða debitkorti, það í rauninni þarf að gera kröfu í þrotabúið að því gefnu að það verði gjaldþrot og þrotabú, en það verður þá bara þegar að því kemur þegar skiptastjóri hefur verið skipaður og svo framvegis. Akkurat. Eyjólfur nefndi hérna áðan að það væri verið að skipuleggja einhvers konar, eða það væri hægt að sækja einhvers konar greiðslu fyrir flug. Samgöngustofa hefur sendt út og að vinna í því að senda út beiðnir til annarra flugrekanda bara þetta ástand. Í sumum tilfellum að þá hafa aðrir flugrekendur gefið kost á einhverju svona sangjörnu flugfargjaldi og þá ég að vísa í fortíðina. Þetta ekki skylda, þannig að við höfum eftir að sjá hvað kemur út úr þessu, en þetta vissulega möguleiki, en í flestum tilfellum það það þannig að fólk þarf að líka geta treyst og sjálft sig í þessu að koma sér á sinn stað. Einmitt. Og fólk á að leita að upplýsingum á heimasíðu Samgöngustofu? Vissulega. Heimasíða Samgöngustofu staðurinn til þess að finna upplýsingar réttindi flugfarþega. Takk fyrir þetta. Og í Kastljósi kvöldsins höldum við áfram að ræða málefni Play. Þar verður rætt við Jón Bjarka Bentsson, aðalhagfræðing Íslandsbanka áhrif falls flugfélagsins á efnahagslífið og síðar Jóhann Óskar Borgþórsson, forseta Íslenska flugstéttarfélagsins aðdragandann. En Valgeir, ætlar að ræða þetta áfram í Silfrinu líka? Já, við ætlum að halda áfram að fjalla þessi stórtíðindi dagsins af Play. Hingað koma Hörður Ægisson, ritstjóri Innherja, Jón Karl Ólafsson, fyrrum forstjóri Icelandair og Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri íslenska ferðaklassans. En fyrst kemur hingað Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri Reykjavík til að ræða ýmis mál. Silfrið klukkan korter yfir 8. Takk fyrir það, við fylgjumst með því. Og þá að öðrum fréttum. Alþjóðlegt starfslið lækna án landamæra hefur verið kallað heim frá Gaza vegna loftárásar nærri heilsugæslustöðum. Fundur forseta Bandaríkjanna og forsætisráðherra Ísraels í Hvíta húsinu drást á langinn. Blaðamannafundurinn hófst rúmum klukkutíma á eftir áætlun. Are you confident, sir, there'll be peace in Gaza anytime soon? Bandaríkjaforseti vongóður en öðru máli gegnir þau sem hafa þurft að þola linnulausar árásir í tæp 2 ár. يعني ما عدناش بنصدق أي حدا لا رئيس دولة عظمى ولا رئيس دولة صغيرة ولا كبيرة والدول سايبانا بجد سايبانا يعني ولا سائلين فينا إيش يعني كل يوم يقعدوا في المؤتمر ويصبحوا تاني يوم ما صارش إيش مش قادرين يعملوا ولا حاجة. طبعا أنا مش متأمل أكتر من مرة قال في هدنة بدها تصير وكلام فاضي يضحك على الشعب. Oft læknar án landamæra þau hjálparsamtök sem hvað lengst á átakasvæðum. En nú svo komið að þau hafa kallað allt starfsfólk frá Gaza. Luchtbombardementen werden zo intens, zo dicht bij onze klinieken. Met vervolgens ook Israëlische tanks die dichter en dichterbij kwamen en uiteindelijk de kliniek in feite omsingeld hebben, waardoor we ook geen minder en minder ontsnappings- en evacuatiemogelijkheden hadden. Fyrir fund Trumps og Netanyahus höfðu fjölmiðlar fengið veður af nýrri áætlun Trumps framtíð Gaza. Hún í 21 lið og búist var við að hann myndi bera hana undir Netanyahu. But if accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. Þá segir Trump að Araparíkin ætli að sjá að afvopna Hamas-samtökin og stofnuð verði friðarnefnd sem Tony Blair, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, vilji eiga sæti í. Nánar þetta á ruf.is. Almennum umræðum á 80. allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna lauk í dag. Öll 193 aðildarríkin eiga sæti á allsherjarþinginu og hafa þar jafnan atkvæðisrétt. Allsherjarþingið eitt af helstu stofnunum Sameinuðu þjóðanna og hefur meðal annars það hlutverk að samþykkja ný aðildarríki og ákveða hversu mikið hvert ríki greiðir að rekstrarkostnaði. Allsherjarþingið samþykkir einnig ályktanir hinni ýmsu alþjóðamál en ólíkt öryggisráðinu eru ályktanir allsherjarþingsins ekki bindandi. Það hefur gengið á ýmsu í þessum sal síðustu áratugi. Árið 1960 vakti framkoma Nikita Khrushchev, þáverandi leiðtoga Sovétríkjanna, athygli.
he piled shock upon shock when he and the Soviet delegation rudely interrupted speeches by Western delegates. Og 2010 gekk bandaríska sendinefndin út undir ræðu þáverandi forseta Írans, Mahmoud Ahmadinejad, sem gerði því skóna að bandarísk stjórnvöld hefði átt þátt í hryðjuverkaárásinni 11. september. Í ár gengu fulltrúar fjölda ríkja út þegar forsætisráðherra Ísraels tók til máls. Hér brot af því sem bar hæst í ráðherravikunni svokölluðu á allsherjarþinginu. Look around. The principles of the United Nations that you have established are under siege. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. My own continent, Africa, home to 1.4 billion people, as well as South America, are not represented in the United Nations Security Council. This is unjust. La falta de acción sobre la crisis climática, cuyas palabras se borran por orden de Trump. This climate change, it's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. The World Meteorological Organization declared 2024 was the warmest year on record. Not international law, not cooperation weapons decide who survives. Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. L'architettura delle Nazioni Unite che abbiamo costruito 80 anni fa è all'altezza delle sfide che la nostra epoca ci impone oggi? Non lo è. At a time when the world risks slipping back into an order in which might is right and some voices count more than others, it is up to us as leaders to reassert and to insist on the primacy of international cooperation. Velkomin, Vala Karin Viðarsdóttir, framkvæmdastjóri Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Margir leiðtogana þarna myndust á, eða höfðu orð á því að þeir hefðu áhyggjur af stöðu mála gagnvart alþjóðalögum og alþjóðastofnunum. Það gerði meðal annars Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra Íslands. Hvernig blasir þetta við ykkur? Er ástæða til þess að hafa áhyggjur af stöðu Sameinuðu þjóðanna? Sko, já. En auðvitað er það ekki bara kerfin sem eru að bregðast hérna. Það eru auðvitað líka bara aðildarríkin því að Sameinuðu þjóðirnar eru rosalega mikið til bara aðildarríkin. Það eru þær sem þau aðildarríkin sem taka ákvarðanir til dæmis að takmarka fjármagn til stofnana og geta þannig lamað kerfin eins og til dæmis í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Og það auðvitað eitt og sér dregur úr trausti til stofnanirnar að líka það eru ákveðin ríki sem kannski ekki að fara eftir alþjóðalögum. Og leiðtogarnir lýstu þessu mjög skýrt í nýliðinni leiðtogaviku og það sem var kannski líka svolítið áhugavert var að það kom svolítið skýr munur fram á milli norðurs og suðurs. Norðri talaði rosalega mikið fyrir öryggismálum, málefnum Úkraínu, nýjar ógnir, en suðri var meira svona einhvern veginn að taka harðara málefnum Palestínu, töluðu loftslagsréttlæti, skuldir og ójöfnuð. Og það er alveg rétt, fjölþjóðasamvinna er svo sannarlega undir álagi og við þurfum að styrkja kerfið. En Guterres hefur einmitt lagt til umbætur á kerfinu Sameinuðu þjóðunum. Hverju er brýnast að breyta? Það er náttúrulega bæði að einfalda kerfið, gera það skilvirkara og samhæfa ákveðnar stofnanir jafnvel. Það þarf ákveða gegnsæi. Það þarf líka að færa Sameinuðu þjóðirnar nær fólkinu sem það á að þjóna. Og kerfið náttúrulega auðvitað þarf að endurspegla núverandi heimsmynd vegna þess að eins og við horfum á öryggisráðið eitthvað sem var ákveðið árið 1945 endurspeglar ekki alveg beint það sem er að gerast í dag. Þannig að við þurfum alls ekki að byrja upp á nýtt. Við erum með gott kerfi, við þurfum ekki nýjar Sameinuðu þjóðir, við þurfum bara sterkari Sameinuðu þjóðir. Einmitt það. Takk fyrir þetta. Forstjóri Hafrannsóknastofnunar Þorsteinn Sigurðsson sagði starfi sínu lausu í morgun eftir að atvinnuvegaráðherra ákvað að auglýsa embættið að loknum skipunartíma hans næsta vor. Þorsteinn segist taka því þannig að ráðherra ber ekki traust til sín í starfi og telur ekki rétt að leiða stofnunina næstu mánuðina. Hann tilkynnti starfsfólki ákvörðun sína í dag. Í tilkynningu af vef Stjórnarráðsins
kemur fram að embættið verði laust til umsóknar á næstu vikum. Þar segir jafnframt að ráðuneytið hafi undanfarið metið stöðu og framtíð Hafró og hafrannsókna á Íslandi. Sú könnun hafi leitt í ljós að ráðast þyrfti breytingar á starfsemi og skipulagi og rétt væri þess vegna að auglýsa embættið. Kristjáns bakaríi á Akureyri hefur verið lokað og þar verður framvegis aðeins bakað fyrir heildsölumarkað. Forsvarsmenn fyrirtækisins segja reksturinn hafa gengið erfiðlega síðustu ár. Hérna kem ég nú að lokuðum dyrum í Kristjáns bakaríi í Hrísalundi þar sem Akureyringar hafa verið að ná sér í nýbakað brauð hérna á baku afgreiðsluborðið í áratugi. Það verður ekki meir því að hérna inni verður framvegis bara bakstur og engin afgreiðsla. Kristjáns bakarí hóf rekstur á Akureyri fyrir meir en 100 árum árið 1912 og hét þá brauðgerð K.R. Jónssonar. Þetta blasti svo við viðskiptavinum síðdegis, lokað snemma vegna starfsmannafundar. 10 starfsmenn missa vinnuna vegna breytingana. Við hittum einn þeirra sem sagði tíðindin hafa komið á óvart. We were just supposed to come at 4 for a meeting, for a staff meeting, and it turned out to be the end of the company here. It was a big surprise for most of us. I think nobody really expected it. Gæðabakstur sem keypti Kristjáns bakarí 2016 segir reksturinn hafi verið þungan nokkura ára skeið og ekki hægt að una við óbreytt ástand. Framvegis verði innblínt á kjarnastarfsemi norðan til, með því átt við framleiðslu undir vörumerkinu Kristjáns bakarí sem verður áfram fáanlegt í verslunum. Til skoðunar sé hvort nýr rekstraraðili taki yfir bakaríið í Hafnarstræti við göngugötuna í miðbæ Akureyrar. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Víðáttumikil lægð suðvestur af landinu stýrir veðrinu hjá okkur næstu daga. Suðaustan 5 til 13 metrar í kvöld og rigning eða skúrir en yfirleitt bjart veður fyrir norðan. Lægðin nálgast landið á morgun og þá bætir heldur í vind sunnan 8 til 15 metrar og áfram vætusamt en úrkomulítið norðaustanlands. Milt veður, hiti 9 til 14 stig, en við ætlum að fara nánar yfir veðurhorfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum. Það var nokkuð óvænt dramatík á lokadegi Ræderbikarsins í golfi, þar sem bestu kylfingar heims í úrvalsliðum Evrópu og Bandaríkjanna áttust við. Víkingar eru komnir í góða stöðu í Íslandsmóti karla í fótbolta eftir úrslit gærkvöldsins, en liðið mætir Stjörnunni í kvöld og gæti með sigri svo gott sem tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn. Meistarar meistarana í körfubolta karla voru svo krýndir í gærkvöld og við förum yfir þann leik og fleira til í íþróttafréttum eftir augnablik. Helstu fréttir í kvöld. 100 missa vinnuna við gjaldþrot flugfélagsins Play. Öllum ferðum félagsins hefur verið aflýst. Óvíst er framtíð dótturfélagsins á Möltu. Ég er allavega mjög pirraður, Já, mjög pirraður og svekktur, Læknar án landamæra hafa kallað allt starfsfólk heim frá Gaza vegna öflugra loftárása Ísraelshers nærri heilsugæslustöðvum. Forseti Bandaríkjanna og forsætisráðherra Ísraels hittust í Washington í dag en fundur þeirra dróst á langinn. Kristjáns bakaríi á Akureyri hefur verið lokað og 10 stöðugildi lögð niður. Áfram verður þó bakað en bakkelsið aðeins selt í matvöruverslunum. Þá er svo lokið hjá okkur í kvöld. Fréttastofan stendur vaktina á RÚV.is allan sólarhringinn og við minnum á Kastljós og Silfrið hérna á eftir. En þessi fréttatími er á enda. Verið þið sæl.